Já, við erum mætt í myndverið þar sem við erum með heldur flottar gesti. Já, við erum komið með 5 einstaklinga hingað til okkar í stúdíó sem eru að fara að kynnast. Já, þau ætla nefnilega að keppa í því sem við ætlum að kjósa að kalla Heiti potturinn. Heldur betur. Við erum með 1 keppandi fyrir aftan okkur og síðan erum við með 4 keppendur hérna hinum megin við skilrúm. Já. En keppendurnir sjá ekki hvern annan en þau ætla sko heldur betur að kynnast. Og þetta enda með að þessi staki velur sér einhvern einn Já. til þess að fara á stefnumót með. Já. En er það ekki pælingin? Ég hugsa það. Já. Ef ekki bara kýla þetta? Jú. Við erum komin með keppanda til okkar hérna. Þú ert með undirbúnar spurningar fyrir hina keppenduna. Heldur betur. Já, hvernig leggst þig? Herru, ég er gríðarlega spenntur. Já, þú spyrð spurninga, svo velur eitthvað til að senda út. Þá ætlum við bara að byrja á fyrstu spurningu. Hvernig myndirðu lýsa þér í 3 orðum? Keppandi nummer 3. Sterkur, duglegur, hugrakur. Flott orð hérna hjá keppanda 3. Við skulum fara þá beint í keppanda nummer 4. Já, ég myndi útskýra mig sem kurteis, hjálpnæm og húmoristi. Keppandi nummer 1, hvað segir þú? Fyndinn, ákveðinn og fjölskyldumaður. En hvað segir keppandi nummer 2? Ég sem einmitt líka bara fyndin, Já, skemmtileg og góð hjörtu. glæsilegt. Það eru greinilega miklir húmoristar hérna í settinu. Já, hvernig líst þér á svörin svona fyrstu sinn? Já, þau eru greinilega öll fyndin. Já. Og skemmtilega líka. Þú ert mikið fyrir húmorista? Já. Það er gott að heyra. Það er gott, hláturinn náttúrulega lengi lífi. Já. Þú bara dembið þér í næstu. Herru, geturðu flautað uppáhaldslagið þitt fyrir mig? Keppandi nummer 2. Þú þarf að hugsa sko hvað er uppáhaldslagið Já, og hvernig þú veist, kanntu að flauta? já, ég kann að flauta sko. Jæja, ok. Áttu eitthvað uppáhaldslag kannski? Er það, Já, já, ég held það. og bara að reyna að muna það? Já, einmitt. Ok, ég er með það. Ok. Heyrðu, já, þetta er æðislegt. Bara, ertu vissum að kunnur að flauta? Þú kannski æðið þig þegar þú kemur heim. Og kannski að vita hvaða lag þetta er, eða? Viltu segja okkur það? Já, þetta er lagið Springa út með Birgitte Haukdal. Hún er mikið celebrity crush hjá mörgum, hef ég heyrt sko. Já. Þarna, heyrðu, keppni nummer 4, hvað segir þú? Ég kann ekki að flauta. Já, þú vilt bara ekki svara, eða? Jú, ég get svara uppáhaldslaginu minni. Ok. Það er Your Song með Elton John. Ok, viltu humma það? Nei. Ég er tone deaf. Ég get ekki sungið eða Ok, bara mæla ekki með. ok. Fyrir þú bara keppanda nummer 4? Já, ég kann að bara ekki flauta. Býtu, hvað er að gera fyrir íslenska þjóðin? Er þetta, ok. Það Hvað er segir gaman. keppandi nummer 1? Komið. Vá, hvað ég er næstinni með þetta. Ég líka. Já, ég er alveg, þú fattar þetta? Nei, Nei, þú voru að segja okkur. enga hugmynd. Þetta er Glorious með Macklemore. Já, I feel glorious. Já. ok. Nú er komið að spyrjandanum Já. að velja 1 keppanda nummer 1, 2, 3 eða 4. Það voru 2 sem gátu ekki flauta. Já, nefnilega það. Og það voru þau, Það var keppandi 3 og 4. Já, 3 og 4. já, ég, því miður, verða að senda keppanda 3. Keppandi 3, Burt. þú mátt standa upp. Hvernig liðið þér eftir svona framistöðu? Ekki vel, þetta er léleg framstæða. Ætlarðu að æfa þig að flauta núna? Ég þarf að læra að flauta. En ég ætla að bjóða þér að kíkja bak við skilrúmið og sjá hverju þú ert að missa af. Nei, Þú sagði bara nei við þessu. ég trúi því. Nei. Þetta er fengur. Ég segi bara takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Já, Ég er svolítið spenntur fyrir þessum heita pottum. já, þetta er í ansi góðan faktina. Já, þetta er svo gott koncept, svona ástar, drama, eitthvað svona. Og það var einmitt þemað í spurningu vikunar í síðustu viku Já. og svörin voru margvísleg. Spurt var hvað ætlar fólk að gera á þessum merka degi öskudags Valentínus og dags. Einmitt. Mörg svör. Já. Vera einn á rótt. Já, og drekka. Einmitt. Ég veit ekki hvað fólk ætlar að drekka, Nei. skiptum okkur ekki að því. En síðan var eitt sem ætlaði sko að fara í ástar englabúning, skjóta fólk með örvum, svo ný pör.
yrði til. Já, það er það. Já, mér finnst það mjög, þetta er nákvæmt. Já, svo er líka eitt stefnt að kaupa handa sjálfur sér blóm. Einmitt, I can dance a flower. Þetta er eitthvað svoleiðis, sko. En Spurning vikunar í þessari viku er hins vegar allt önnur. Hún er, hver er besti íslenski TikTokarinn? einmitt. Name one. Hver er geitin? Hver er bestur? Geitin í leiknum, sko, já. Síðan förum við yfir svörin í næstu viku. Við erum komin í dag fyrir utan MH, förum og tölum við þessa trúða. Heyrðu, hvað heitir þú? Ég er Nonni Trúður. Já, ert þú eini trúðurinn í MH? Við vorum 3 í barnaafmælinu sem var bara rétt í þessu. Já, þú varst að koma úr barnaafmæli. Já, við erum mjög vinsælir. Hvað ertu að gera í MH? Ég er trúður. Trúður, bara eitthvað trúðust í MH? Já, Ég er ekki að trúðast. Ég er bara að vakna á mótnana og bara yes, ég er trúður. Ég er til í daginn. Svo bara kem ég og trilli líðin og þá er ég bara, dagurinn minn búinn. Ég er bara að kema og skemmta fólkinu. Það er þessi lífið því stund. Hvernig er fyrir trúð að vera svona í tíma? Hvað gerir trúður í tíma? ég er ekki trúður, skilju. Ég er MH auðvitað skóli. Þegar eftir hvað fæ ég, sko. Þú veist, Vinur minn, Ferðu eftir hvort þessu trúður eða? já, það skiptir miklu. Ertu svolítið að tróða upp í barnaafmælum hjá kennurum og svona? Já, ég er alltaf að mæta hjá kennurum mínum, sko. Fá trúðar bílpróf. Ég meina, ég er með bílpróf, en það þýðir endilega ég sé trúður. Hvenær fór Tommy trúður síðast að gráta? Bara áðan, því að, manneskja vann svona rækjussamlöku Vann manneskja rækjusamlöku? í svona leik Já. og þessi manneskja skildi eftir rækjussamlökuna, sko. Þetta er góð rækjusamlöka, sko. Þetta er annar trúður. Herru, þetta er hann JJ. Það er annar. JJ trúður. Já, á sama tíma. Góðið. Þetta Hvernig bregðast? er samloka. Þetta er samloka. Nefnir að hætta með trúð, er svona átjóks. Vist það bara óþægilegt, sko. Við kveðjum ykkur úr MH að sinni. Já, ertu þið sjálfur góður í að flauta? Já, ég myndi alveg segja það, sko. Fæ ég eitthvað? Sko, hérna... Þetta lag þekkjum við nú. Veistu hvað þetta er? Can you feel the love tonight? Hey! Lion King. Sko, það er náttúrulega Love hérna tonight, sko. Já, can you feel the love tonight? Hvað gerirðu á föstudagskvöldum númer 1? Sko, það er svona annarkvort horfa á bíómynd með fjölskyldunni eða spila með fjölskyldu eða vinum eða fara á djammi. Það er svona 3 hlutinir eiginlega. Bara svo leitt, sko. Já, sko, stundum er það jam, Já. en annars finnst mér líka bara gaman að vera heima og spila Fortnite. Já, ok. Ertu mikið, þú veist, ertu góð í Fortnite, eða? Já, ég myndi segja að vera frekar góð. Annarkvort bara fara út með vinkonum og vinum eða bara chilla heima og horfa á mynd eða eitthvað. Og hvaða mynd ertu að horfa? Ertu að horfa á rómantík, ertu að horfa á spennu, ertu að horfa á gaman, eða? Annarkvort Iron Man eða How to Lose a Guy in 10 Days. Ok, það eru svo 2 pólar, sko. Já. Ég fylg það. Færið þið lýsi? Keppandi Það er alveg svona Íslandinga spurning. Einhver. Jú, þetta fæði mig lýsi. Á hverjum degi, eða? Öðrum hverjum degi. Öðrum hverjum degi? Já. Ok. Ég fæ mér reynda lýsi alla morgna. Ok, vel gert að muna. Ég gleyms alltaf, sko. Ég er ánægð með ykkur. En þú ert á endanum. Ég fæ bara lýsistöflur þegar ég man eftir en helst svona reyna fyrir mesti. Hvernig líst þér á? Keppandi númer 1 segist taka lýsi þegar hann man eftir því, sko. Já. Það var keppandi númer 3. Já. Sem að tekur lýsistöflunar. Ég kemur til 3 og farin heim. Nei, 4 meina ég. Hvað? Hvað er það? Já, 4. Já. Já, hann segist, sko, og að muna ekki eftir hlutum. Er það ekki svona, svolítið mikið svona, lítill metnaður? Já. Það er kominn tími á að þú veljir keppanda til að senda heim. Já, það er þá keppandi 4. Keppandi 4 sem að við sendur heim. Hver er hinum meginn við skilrúmið? Þú fá að sjá. Ég sé svona svolítið eftir þessu, sko. Já. Það er nefnilega sjóðandi heit sprengja mætt í settið. Við erum með nýjan keppanda. Keppandi númer 5.
Flott. Já, verður velkomin keppandi nr. 5. Þannig að þú ert nú búin að bíða spennt eftir að fá að komast að. Hvernig líst þér á keppnina? Hún alveg fín, bara dálítið stressandi þegar maður svona farin að vita hvernig það gengur. En þú getur náttúrulega sendt heim bara eiginlega strax. Já. Við veitum ekkert það. Eigum þá ekki bara að fara að heyra næstu spurningu? Ég verði eiginlega að senda keppanda 5 strax heim. Strax heim. Skemmtilegt. Keppandi 5. It was meant to be. Hvað segirðu? Þetta var nú ekki löng innkoma hjá þér. Nei. Þetta er ekki langt líf í keppninni. Hvernig líst þér á? Það eru 2 keppendur eftir. Þetta er rosalega spennandi, sko. Já. Þau eru mismunandi, Já. en þau eru sko, já, þau eru lík. Svo hvað er að síðasta sem þú vilt vita? Sko, það sem ég langar að vita er hvert myndirðu vilja fara með mér á date? Ég segi körfuboltaleik. Ókei. En hvað segir þú, keppandi 1? Ég held að við myndum klæða okkur í búninga og fara svo niður á götturnar og sníkja nammi, sko. Í fyrirtækjunum, sko. Öskudags, Já, einmitt. og svo myndum við fara heim og horfa á bíómynd og kúra saman og borða nammi, sko. Einmitt, en nammi sem þið voruð að sníkja. Nammi sem við vorum að sníkja. Og frítt nammi er náttúrulega að bragðast miklu betra. Já, Betur alltaf. heldur en nammi sem þú þurft að borga fyrir. Þannig að, Hvernig líst þér á þetta? Þetta er Körfuboltaleikurinn, sníkja nammi. Þetta er nýjaft. Já. Þetta er rosalega erfitt. Já. Ég skil það. Sko, þetta er náttúrulega öskudagur líka. Já. Við megum ekki gleyma því. Og hann talar að hann vilji sníkja með mig nammi og svona. Já, eyða bara öllum öskudeginu með þér. Já, þannig að þetta er mjög skemmtilegt, sko. En langt date. hvað myndi að vera á öskudaginn? Já, hvað myndir þú? Já, hvað myndi ég vera? Hvað myndir þú vera? Ég myndi líklegast vera, ég myndi kannski vera bara dýravinnur. Einfaldur búningur. Við ætlum að fá hver vann. Er það keppendur nr. 1 eða er það keppendur nr. 2 sem eru búin að vera hérna allan tíman að berjast ástíðina? Hvern velur þú? Þar sem ég er mikill dýravinnur, Wow. þá ætla ég að velja keppanda nr. 1. Wow. Keppandi nr. 1 er Sigurður Bítum. Keppandi nr. 2. Annað sæti, þetta eiginlega bara var skrifað í stjórnundar þegar þú settist í þessi sæti. Já. Hvernig líður þér? Sást annað sæti? Já, ég svegt sko, en þetta var gaman. Ég býst innilega afsökunar þessu. Absolutt. En Sérðu eftir velinu eða? við getum ekki verið öll saman bara á öskudaginn. Bara, Nei, það er ekki Nei. ekki. Þú erum vel eitt. Þú klúðraði þessu. á, Þú er búin að senda heim heim. Takk fyrir. Og 3, 2, 1. Du-du-du-du. Nei, Essi! Hann er hann. Vá. Hvað þekkist þið? Nei, bara TikTokerinn. Já. Það þekki ekki þess. Ok, er það málið allir búin að vera svona hissa að sjá þig hérna? Já, ég fann einhverja tengingu, sko. Já. Við erum dýravinnir, eða ekki? Já. Fjölskyldumenn. Já. Og þið ætlaði að fara að maska. Heyrðu, verður þið ekki að fara að drífa ykkur að finna ykkur að búninga og... Jú, við erum að fara að sníkja nammi. Sníkja nammi og svona. Þetta var frábært. Þeir eru flottastir. Já, Þetta var verður rosalegt. ekki lengri hjá okkur í kvöld. Nei, hann verður ekki lengri. Ætla að fara að gera eitthvað helgina. Heyrðu, ég ætla að fara vestur á Firði og bláta þorra. Ég ætla að fara þorrablót, sko. Býta á Ísafirði. Nei, heima á Súmanda. Ég er að fara til Ísafirðar. Já, Það er eitthvað að flipa. fá ég kannski far? Nei, Nei, ok. sleppum því. Herri, við sjáumst í næstu viku.